Við ætlum að fá fréttir frá sveitarfélaginu Ölfusi og á línunni Barbara Gunnardóttir. Góðan daginn. Góðan daginn. Mikið að gera hjá þér. Bara í góða stemningu hérna. Já, sjálfsögðu. Það innan við mánuði til jóla og nú mega þessi lög alveg fara að hljóma. Já, ég algjörlega sammála. Mér finnst það bara yndislegt. Ertu búin að taka fram eitthvað skraut? Nei, en það er bara, stefnan helgin, þá verður farið að baka og tekið fram skraut og bara allir að koma sér í gýri. Já, fyrst í aðvendun og bara sunnudaginn. Já, nákvæmlega. Þetta alltaf breyst á. Mér finnst ekki svo vænt að fólk var svolítið svona sumir snemma á ferðina að kveikja ljósin hjá sér og setja upp skreytingar og svona, mér finnst það alveg frábært. Að lýsa upp skammdegið? Já, veitir ekki af. Svona með að það engin snjór til að lýsa þetta upp. Já, það nú búið að vera, er ekki búið að vera eitthvað snjókoma hjá ykkur núna? Jú, þetta var bara voða lítið. Já, það var bullandi snjókoma hérna áðan, á Selfossi. Núna áðan? Já, nei, það hefur ekki náð hingað. Hérna allt hérna aukt. Það er svona, þetta var eitthvað svona slittar reyndar. Já. En það er bara mjög skemmtilegur tími framöndan og reyndar byrja. Búið að vera í þessari viku, þá var foreldrafélag grunnskóla Þorlákshöfn var með svona jólaföndur. Allir máttu koma og föndra og lita pipakökur. Rosalega, mér finnst þetta alveg ferlega fínt plan. Já. Mætti þetta með minn gutta sem að fóra að skreita pipakökur og svo náttúrulega passaði það. Svo borðaði það meðan að var að búa til eitthvað annað föndur og allt í kappið. Alla hann. Nákvæmlega. Bara mjög fínt. En komandi helgi, þá verður nú einhver aðvendu stefning hérna hjá okkur, eða ekki? Jú, aðalega sko, nú aðeins smá breyting frá venju, frá þeirri hefð sem hefur verið. Við hefum yfirleitt verið að kveikja ljósin á jólatrénu fyrsta sunnudag í aðvendu. Það hefur verið svona aðvendustund og verður núna í kirkjunni klukkan 4. Þar koma kórarnir fram og hluti á skólalúðrasveitirnar og alltaf óbúslega svona hátíðleg og notaleg stund. Þetta er svona stund þar sem við bara njótum þess að hlusta á fallega tónlist. Já. Margir mæta, þetta er bara alltaf svolítið skemmtilegt. Og svo hefur verið farið og kveikt á jólatrénu, nema hvað í fyrra það var svo skelfilegt veður að það var bara ekki hægt að bjóða upp á neina úti samkomu fyrsta sunnudag í aðvendu, þannig að við frestum samkomunni fram á daginn eftir, þá var dásamlegt veður. Öll fyrirtækjastofnanir voru búin að ákveða að vera með hana markaðsdag, svona aðvendu kvöld, þannig að það var opið til 9. Og það byrjaði hérna að vera á Ráðhústorginu þar sem ljósin voru kveikt á jólatrénu og svo var bara opið hús allan bæ og þetta þykir á tekið svo óbúslega vel. Þannig að menningarnefnd ákvaða að svona styðja þetta framtak fólks í þorpinu og hafa aftur þessa jólastund á Ráðhústorgi þar sem að ljósin á jólatrénu verða kveikt 1. desember, þá verður aftur svona aðventu kvöld og það á þriðjudaginn í næstu viku. Þannig að það er svona kannski, ég veit allavega að einhverjir eru svolítið fegnir að þurfi ekki að fara í stressi úr kirkjunni að finna til hlýföt og drífa sér á Ráðhústorgið. Já. Sumir kannski sakna þess en við pröfum þetta árið sjáum hvernig gengur í fyrra, þá voru náttúrulega alveg ótrúlega heppin, veðrið var algjörlega dásamlegt. Já, það var mikil stemning. Svo jólalegt í þorpinu, þetta var alveg, tókst óbúslega vel. Já, og fyrirtæki og stofnanir með aðvendu kvöld, opið lengur? Já, opið til 9 eða bara lengur jafnvel og það var bara fullt hús hjá öllum held ég. Og það verður bara, leikurinn verður bara endurtekinn núna á þriðjudaginn? Það verður endurtekinn á þriðjudaginn og ég veit að það eru margir líka einstaklingar og handelsfólk sem er búið að fá þá aðstöðu og svona hinga og þanga. Það verður með svo opið hérna í Ráðhúsinu. Í Andurinu verða kvenfélagskonur og þannig að ég veit að það verður opið í það sem að bakaríið og hana apótekið og netillin eru og svo áfram Unubakkan og örugglega víðar. En við ætlum hann Björn Pálsson fyrirverandi héraðsskjalavörður Árnessýslu, hann var að klára að skrifa bók sögu Þorlákshafnar. Jú. Og við ætlum að efna til útgáfuveislu núna á föstudaginn klukkan 5, allir velkomnir. Á morgun eða? Það er bara morgun, ég á vona á bókin í hús í dag og vona að þetta gangi allt saman eftir. En hann ætla líka að vera hérna nefnilega 1. desember kvöldið inn á bókasafninu að árita bókina fyrir þá sem að hafa ákvaðið að koma og
auðvitað hafa allir áhugaði að koma að kaupa bókina, hún er flott. Já, sjálfsögðu. Hún er skemmtileg og áhugaverð, þannig að það verður þá hægt að fá hana árita 1. desember. Það er alltaf skemmtilegra. Já, svolítið gaman, fyrst að þetta er svona maður hérna á svæðinu og hann er náttúrulega búin að vera inn á Gafli hjá mjög mörgum að fá upplýsingar og safna myndum og svona, þannig að það er ágætt að láta hann kvitta bara á þetta. Já. Maður sér þetta alveg fyrir sér inn á Gafli hjá Barböru. Já. Já, annars er ég að því að það er ekki búin að búa svo lengi hérna, þannig að það er ekkert mikið að mér að græða. Nei. Ég var svona meira bara á hliðalínunni, þar í ritnefndinni. En aðrir sem náttúrulega hafði mikla sögu að segja, þeir fengur oft í heimsókn og það er bara fínt. En hvað með bókasafnið Barbara? Nú er desember rétt handað við hornið, eitthvað jóladæmi framundan? Já, jólastjörnunar eru komnir út í glugga, komnar út í glugga og svo erum við að fara að setja upp, við erum alltaf með jólasveina sem að Guðfinna Karlsdóttir fyrrverandi bókavörður prjónaði. Það eru allir sveinarnir eins og að leggja sig bara í sauðalítunum. Já. Og svo höfum við verið með, við í rauninni ákom á síðasta ári að vera ekki með upplestur hérna bókasafninu af því að veitingastæðurinn Meitillinn tók við þeim hluta og þau eða hjón sem að reka Meitillinn, þau hafa verið mjög virk í þessu bókabæjaverkefni, bókabæjarnir Austanfjalls sem að sveitafélögin hérna og stofnanir og einstaklingar á svæðinu eru hluti af og þau líka og þau hafa verið með bækur fram við og núna ákváðu þau að í hádeginu eru alltaf með heita mat og þau hafa tekist til og lesið að ljóð fyrir gesti. Já. Og þau hafa voru í fyrra með upplestur úr nýjum bókum, unnu þetta með Bjarna Harðar, sunnlenska bókakaffinu. Og ég rekna með því að þau gerir þetta aftur, þannig að við ætlum ekki að fara í samkeppni við þau. Nei. Að leyfa þeim með að þau eru til í að standa í þessu. Algjörlega, þetta er bara skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. En við hefum boðið krökkum að koma á smá bíósýningu rétt fyrir jólin, þannig að það verður einhvern tímann. Og svo er ég að taka saman viðburði sem verða aðventu, sem koma þá í svona aðventu dagatal. Er að leggja lokahönd á það, þannig að einhver er að hlusta og ekki búin að koma sínu viðburði á framfæri, þá er ennþá hægt að senda mér post á barbara@elvis.is til að koma upplýsingu til mín, en þetta verður alltaf berast fyrir annað kvöld. Og dagatalið fer svo í Bæjarlíf sem náttúrulega blaðið okkar sem að fer inn á hvert heimili og þar verður þá hægt að skoða allt sem er í boði. Frábært. Og svona flest, allavega það sem ég veit um. Já. Meira get ég ekki gert. Bara hvetjum fólk til þess að hafa sambandi við þig ef það vil koma ykkur á framfæri. Algjörlega. Barbara@Elvis. Já. Herðu, minnum á leikin í kvöld, Þór Þorláksson Haukar í körfunni. Spennandi leikur. Klukkan 19:15 í höllinni í Þorlákshöfn. Já, þetta er að mæta á hvetja liði. Það sjálfsögðu. Það er ekkert fleira í bili, er það? Ég held að þetta sé bara svona ágætt yfirferð núna í rétt fyrir byrjun aðventu. Þangað til næst. Það var gott helgina. Takk sem leiðis. Takk. Bless.